landsins. Skaupið texta á síðu 888 í textavarpi. Hvert að fara? Mosul. Mosul? Gengur ekki strætó þangað? Mosul-búðingurinn. Irak. Í hvað? Irak. Irak, já. Íslendingar ætli í stríð. Íslendingar ætli í stríð. Nú hafin hermántíð. Nú hafin hermántíð. Erum við að fara að skjóta fólk til að drepa það? Nei, við erum að fara að skjóta fólk til að frelsa það. Shakira! Shakira! Víkingarnir æðast öll. Víkingarnir æðast öll. Höggva araba í ball. Höggva araba í ball. Það verður barist á sjó. Það verður barist á landi. Ég kalla á syni og dætur þessa lands. Aldrei hafa svo margir átt svo fáum jafn lítið að þakka. Tígris við ána, árdags í ljóma, upprís í fjólli og skipis og sveit. Skjóttöku fána, skærlúð að ljóma, skuldum til valda og freistum og heit. Hei, hei, ég á Davíð. Hei, hei, Halldór Ásgrímsson. Tengum strigða böndum, tökum samt af höndum, stríðum einum hendarkom. Ég þakka þeim sem hlýddu. Mér. Jæja, Alfreð. Já. Jæja, Alfreð. Og Orkuveitan, hún ekki að græða alveg ógeðslega mikið? Jú, við erum búin að byggja hús og allt svoleiðis. Er það? Frábært! Já. Og fjárhagsáætlunin, hún hefur náttúrulega staðist? Já, það var smá svona fyrst þarna kostnaður, eða svona auka kostnaður þarna síðast og... Vá, æðislega! Já. Viltu kaffi? Jú, takk. Það er þarna? Já, þarna. Takk. Ég náður á undan. Það er mínir svona, því þið náðu ekki þennan stór. Já, nei, ég þarf mann í þennan stór. Já, sko alvöru karl. Ég fæ hroll ég fer úr stólnum og ég missi kontról. Mitt borgar power hjá þessum bíálfum, þessum erlista álfum. Og skiptum stað, farði landsmálin, það nú allir bíða þín. Bíða mín. Já, skiptum stað, ég tek borgarstólinn, össur þarnast bara þín. Ekki skatt, það skal ekki standa á mér. Hefur gefa hann þér? Nei, gefðu hann mér. Já, takk. Gefa hann þér? Nei, gefðu hann mér. Já, takk. Gefa hann þér? Nei, gefðu hann mér. Ég sest á hér. Hann sest á hér. Ég burtu fer. Hún burtu fer. Ég vil gefa hann þér. Heyrðu Björgólfur, það eru bara nokkur atriði enn fyrir hádegi. Medico International er til sölu. Kaupa það? Kaupa það, já. Svo eru 34% til sölu í smákökugerð Gunnu á Flati. Kaupa hana? Kaupa hana, já. En hvað á ég að segja við Háskólann í Reykjavík? Kaupa. Kaupa skólan, en hvað með þessi 10% sem eftir eru af Litháen? Ég er búinn að kaupa það. Hvernig læt ég? En hvað með Norðurland vestra? Selja það, í guðsbæni selja allt. Selja Norðurland vestra. Þá held ég að það sé ekki fleira í dag. Nema hvað, Björgólfur, ég er búinn að láta Burðarás kaupa af þér káir. Ertu búinn að segja? Selja káir? Já, en þú baðst mig í morgun að láta Burðarás kaupa af þér káir. Ég er ekkert vit í kollinum, Halldór. Þú ert búinn að kaupa það? Farðu að láta Burðarás selja mér káir aftur. Slags er þetta eiginlega? Káiringar eru mínir menn. Þeir bíðu jafn lengi og ég eftir að vera Íslandsmeistarar. Apodrútski, kaupa landið og miðin. Heyrðu, kauptu Stöð 2 fyrir afganginn.
var tvöfaldur hreinn eða þrefaldur hreinn? Nema hvað? Jón Ásgeir segir, svona í hálfkæringi, að kannski borgaði sig bara að láta þig hafa 300 milljónir. Já, var það kannski bara hreinfaldur? Ég meina einfaldur. Það var svo fyndið, til að hafa þig góðan. Er ég ekki nógu góður? Jú, mjög góður. Og miklu fyndnar heldur en Jón Ásgeir. Auðvitað veit ég er góður. Já. Hver ætlar að láta mig hafa þessar 300 milljónir? Nú, Jón Ásgeir. Fyrir hvað? Þá hættir að skammast út í baug. Heldur hann virkilega að ég sé svona grænn? Áttu nú alltaf að vera svart. Davíð, er ég hérna? Er ég ekki hérna? Ekki spyrja mig, ég var aldrei hérna. Ég býð alla deiluaðila að taka vel eftir því að úrskurður minn lónshæð er endanlegur. Bæti meira vatni á. Stopp! Á að gera mig náttúrulausan. Ég er þeirra skoðunar að við megum ekki ganga of nærri náttúrunni. Ég felli þann úrskurð að 93 sentimetrar er hæfileg lónshæð fyrir Norðlíkaalduveitu. Þessi úrskurður minn er óhagganlegur. Jafnvel þótt forstjóri Landsvirkjunar getur þolað 4 sentimetra til viðbótar. Réttur er settur í Reykjavík. Dómari, það er smá vandamál. Nú? Já, hinn ákærði segist ekki vera Ásþór Magnússon. Nú, hvernig má það vera? Þetta er greinilega Ásþór. Já, ég hef nú haldið það, en hann segist heita Giljagur. Giljagur? Hverslega rugl er þetta? Þetta er greinilega Ásþór Magnússon í friði 2000. Augnablik, ég held ég veit hvað hann er. Nú? Getur þið beðið eitt augnablik? Já. Takk. Getið fengið aðeins meiri tómat. Ég sem ætlaði að verja mig sjálfur. Georg minn. Þið voru með samráð? Já, hvar væri þessi þjóð án bensíns? Ólöglegt samráð. Ég leggst á málið og tefða. Þá fyrnist það. Einmitt, og allir verða ánaðir. Ég fer í blöðin með þetta. Þá fer ég fram á aukafjárveitingu sem ég náttúrulega fæ ekki og málið tefst. En þá kæri ég. En ég verð á undan, þá getur þú ekki kært. Er þá ekki lengur kært á milli okkar? Opnaðu. Erum við í einhverju samkeppni hérna? Já, er það ekki einmitt tilgangurinn? Heilbrigð samkeppni. Þá kæri ég mig. Tollóttan. Já. Það sem flokkurinn nær ekki fram í kosningum, því redda ég með orku fjármagninu. Héðan er Óperasjón Alfredo stýrt. Gamla, góða fyrirgreiðslupólitíkin, hún lifir enn góðu lífi hér. Er línan lögð? Yes, kapitán Alfredo. Og neti líka? Bæði lína og net, kapitán Alfredo. Var það nokkuð ógeðslega dýrt? Ekkert ógeðslega dýrara en venjulega. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði. Tökum kúrsinn bara beint austur fyrir fjall og dælum nokkru milljónum í rækjueld í Ölfusi. Yes, kapitán Alfredo. Nú fáið þið að heyra söguna litlu stúlkuna með yfirlýsingarnar. Einu sinni var lítil stúlka. Hún átti heima í borginni okkar. Hún var ósköp fátæk. Hún dró fram lífið með því að koma með yfirlýsingar til fólks. Nú var komið aðfangadagskvöld. Litla stúlkan átti ekkert til að borða. Hún varð að fara út til að koma með yfirlýsingar til fólks. Ef hún dugleg að koma með yfirlýsingar til fólks, fengi hún ef til vill eitthvað að borða jólin. Litla stúlkan hnipraði sig saman í skotinu sínu við aðaltorkið. Allt fólkið var inni að borða jólamatinn. Henni var óskaplega kalt. Fyrst kom litla stúlkan með eina yfirlýsingu.
Svo kom hún með aðra yfirlýsingu. Síðan tók litla stúlkan fyrstu yfirlýsinguna tilbaka. Svo kom litla stúlkan með yfirlýsingu sem ekkert var að marka. En allir voru glaðir inn á stjórnarheimilinu. Enginn skeytti litlu stúlkuna. Litla stúlkan með yfirlýsingarna átti bara eina yfirlýsingu eftir. Litla stúlkan gaf síðustu yfirlýsinguna sem hún átti. Yfirlýsingin flökti í næturkuldunum og síðan sloknaði á henni. Þegar fólkið kom út á götuna á jóladagsmorguninn var litla stúlkan með yfirlýsingarnar horfin. Þetta alveg á kristaltæri hérna. Það fer enginn á þjóðhátíð. Ef einn fer allir. Hvar Árni? Árni upptekinn hérna inni, hann að smíða rúm handa okkur félagunum. Svo þarf hann líka að skrifa greinar hérna í mokkan náttúruplætur í nágrenni Kvíabryggju. Ég með bréf frá honum. Gjörðu svo vel. Gangið vel og gleðilega þjóðhátíð! Já, hann hérna. Já, ég kominn inn. Heyrðu, hann laug maður. Skáldaði alveg endalaust. Já, heyrðu Davíð, þú tala við Markús, Markús tala við framkvæmdastjórann, framkvæmdastjórinn tala við dagskrárstjórann og hann læt mig fá þátt svona rétt fyrir jólin. Sá bókin seljist örugglega vel. Já. Æ, takk. Já. Heyrðu, shit, fjölskyldan er komin. Ég var að... Halló? Já, mér finnst að ég ætti að vinna. Af því að, ég kemur stórum flokki. Íslenska kindin er ærleg skepna. Og við erum ákveðin og sameinuð. Norski eldislaxinn, einstök náttúruperla. Syndir þanga sem honum sagt að synda. Ingibjörg, erum við ekki sameinuð og ákveðin? Já. Bóndi er bústólpi. Takk fyrir. Staurgirðingar. Næsti. Krokodílar eru vondirdílar. Takk. Halló, á ekki að kjósa mig. Ég er búinn að færa fórn. Halló, úr borgarstjórastól. Vil ég beint inn í ríkisstjórn. Ekkert sjálfsagðara en ég sé sætisráðherra. Halló, á ekki að kjósa mig. Ertu ennþá ráðinn í því? Það vil ekki vera seðlabankastjóri. Helst ekki, ég kann ekki neitt. Það sem eru seðlar, það er seðlabanki. Ertu ekkert verið seðla? Nei, íslenska menningu, bókmenntir og ljóðlist. Þú kærið ekkert lítið vinnuálag og geipilegt sumarfrí. Nei, ekki senda mig í seðlabanka. Sem þú ert ekki maður sem vil bílastyrk, hristnu og fá að hossa sér í mjúkum sófum. Nei, ég hef mest fyrir alþýðukjör. Ekki blýjantar og ljósharðir einkariddarar með stór brjóst. Stór brjóst? Hvað sagði? Ég áttu nú við, ég beð framtíð flokksins fyrir brjósti. Flokksins? Sem á brjóstum borið og blessað hefur mig. Já, blessað veri hann, blessi þig, blessað nafnið hans. Ok, ef þið eru svona harðir á þessu, þá getur svo sem orðið seðlabankastjóri. En eitt skaltu vita, og þjóðin öll, að ég sækist ekki eftir þessu. En það er alveg ótrúlegt hvað í mér býr. Og hvað býr í Framsókn? Höldum strax til Dóra, hann mun nefna þig, seðlabankastjóra.
segir takk fyrir mig. Á Stokkseyri hefur nýlega orðið vart við talsverðar eimleika og hefur biskup Íslands lagt sig fram að kveða niður draugaganginn. Var ég niður á Stokkseyri, var ég niður við sjó, var þar margt á sveimi, af draugum var þar nóg. Opnar stóðu grafirnar og ekki var það gott og undir dimmum tóttum var hryllilegt glott. Skulfu þeir á beinum og skelltu í rotinn góm. Skelfing bar mér illa við þennan heiðinn dóm, en ég lét hvergi bugast, því ég á trú og von, og ég karl í krapinu og Sigurbjörnsson. Heilsaði mér Bjarni og hló að mér leið, hló að mér svo glundi flóa Ölfus skeið. Var það út af áhuga á arfleið sem hann ber, eða var það Mammon sem heilsaði mér? Hvað viltu? Það vantar eiginlega peninga til að byggja tónlistarhús. Já, ekki til peningar. Bless. Næsti. Fljót. Það eru kosningar á morgun. Já, það vantar sko pening í námsverkefni fyrir fjölföllu börn. Ekki til peningar. Bless. Næsti. Já, við vorum hérna að spekulera á hvort það væri nokkuð möguleiki að fá pínulítinn pening í... Hvað? Já, hvað? Hann það settur, við erum nokkrar sveitinni sem heklum dálítið. Hljómar nokkuð kunnulega. Hvaðan ertu? Ég að norðan, úr Eyjafirðinum. Úlala, úr Eyjafirðinum. Já. Af hverju sagðirðu það ekki strax? Hvað veistu mikið? Þetta var svona 100.000 það væri. 100.000 mon Dieu, hvað heldur ég sé banki? Nei. Ó nei, þú færð 100 milljónir ekki krónur. Nei, það allt of mikið, Tómas. Nei, þú heklar. Það menning. Já, ég sé það núna. Það þá ákveðið. 1 milljarður í menningarhús. Já, hérna. Það fyrir Tómas minn. Lausnalegt. Næsti. Eins og kunnugt hefur Borgarleikhúsið átt við mikinn fjárhagsvanda að etja. Til að draga úr rekstrarkostnaði hefur verið brugðið á það ráð að fá kvótakónga, stórefnamenn og kjölfestu fjárfesta til að leika helstu sviðishlutverk gegn greiðslu. Við sjáum dæmi úr nýjustu sýningu Borgarleikhúsins á Hamlet eftir Shakespeare. Grilljónerinn, hann bjögg í gröf, hann gerir þá alveg frá. Grilljónerinn, hann bjögg í gröf, þeir sofi ekki svei mér það. Björgólfur, hver á þessu gröf? Ég á hana, Jón minn Ásgeir. Ég á þessa gröf mestan partur sem þess að. Nei, hverju manni ertu að taka gröf? Engum manni, Jón minn. Hverju þá? 14 fjölskyldum. Hægt að taka með sér 70 milljónir í svona gröf? 70 milljónir? Það þess vegna hægt að taka með sér 300 milljónir. 300 milljónir? Ég hef aldrei minnst á neinar 300 milljónum við nokkurn mann. Og hér einn enn að vera eða ekki vera. Hver þetta? Já, ef ég bæri ekki fyrir mig bankaleynd, myndi ég segja að þessi skepna héti kolkrabbinn og ekki blessa ég minningu hans. Æ, viskingskrabbinn. Sérðu, hann á ekkert eftir. Var hann í lífeyrissjóði Kaupþings? Já, hvar eru nú ráðagerðirnar, hótanirnar, kuldabrosin? Mér dettur eitt í hug. Hvað það? Heldur þú að Samson, Baugur og Búnaðarbankinn Kaupþing muni bera þennan svip í moldinni? Einmitt þennan svip. Og þennan þef. Einmitt þennan herra. Þetta framhalslíf, þetta ekkert líf. Það einskip, það OSR mjöl og síl. Sérðu formannin, sérðu flokkinn þinn, sérðu fjölskyldun og fyrirgreiðslu þingmannin. Ég vissum að þeir voru hér í gær. Hvar okkar vekk, hvar Fúkalir, hvar Engey, hvar Einar, hvar Benedikt?
Þetta að sjá, ekkert græða má. Hvar valdið sem við tókum öllum öðrum frá? Ég viss að það var fyrir allt í gær. Hvað? Ný könnun. Nú? Það stendur hér að yfir 60% landsmanna telji mesta spillingu verið sjálfstæðisflokknum. Bla, heyr ekki hvað þú segir. Heyr ekki. En aðeins 12% telja mesta spillingu verið hjá okkur í Framsókn. Hvað? Áskorun? Já. Áskorun frá áhorfendum. Davíð? Já. Hreinsaðu flokkinn. Hreinsa flokkinn? Það get ég ekki. Jú, Davíð. Þú svo frábær. Já, þú getur allt. Svo sem satt. Já. Þakka fyrir, Halldór. Ég elska þig, Davíð. Já, komið þið! Já, viljið þið snart? Nei. Æja, allt í lagi. Við erum allt of mörg. Það gengur aldrei. Þú segir nokkuð. Já. Þú og þú, þið farið í gegn. Við hinn verðum hérna eftir og breytumst ekki neitt. Nei. Sigurður Kári, þú keyrir mig heim. Og þú verður. Nú má ég til með að tilla mér alltaf snöggvast og blása mæðinni. Þú kemst ekkert áfram, manneskja. Heldur að heill forstjóri geti hýrst alla eilíðina í þessari helvíti skjóðu. Þú verður að hafa ofurlitla þolinmæði, Kristinn minn. Ég er nú ekki annað en gamall og slitinn dómsmálaráðherra. En þér var næra flan í þetta ferðalag. Ég get vel svara fyrir mig sjálfur. Olíufélögin höfðu með sér samráð, segir Georgs heilaga orð. Alveg er ég viss að megnið að því sem skrifast stendur hjá Georg er ekkert annað en haugalíi. Í fyrsta lagi vil ég taka fram að ég er á móti svona keppnum. Í annars stað vil ég vinna keppnina, svo ég geti hægt að vera móti öllu, alltaf, allstaðar. Ég er með í keppninni vegna þess að mér finnst að ég eigi að fá að stjórna. Öllu, alltaf, allstaðar, alltaf. Var ég búinn að segja það? Þeir segja að ég sé of súr, kunn ekki að gætast. Þurfi að breikka mitt bros, svo fólk kjósi mig. Já, fallegt kosningabros. Halló? Fyrirgefðu. Geir, ert þú með leyfi? Já, einhvers staðar var ég með Þú veist, þú mátt ekkert veiða hér nema þú sért með leyfi. Ég veit það. Þarna kemur hann. Hvað? Hver er þetta? Þetta er hann, ég er með honum. Leyfi. Já, og hvaða leifur er þetta? Þekkir hann ekki? Hann eru búnaðarbankanum. Kaupþingi. Já. Eru stöð 2 að koma? Það er eftir leið. Ég banna bara fréttina. Minnist þú engrar syndar sem þú drýgðir með olíufélagi? Já, nú hlýtur þú að vera að gera að gamni þínu, Þórólfur, gamli olíufélagi. Áttu við Skeljung? Annað olíufélag. Allt snuðriði nú uppi. Hélstu virkilega að ég tæki ekki þátt í samkeppninni? En það víst fáir sem ekki eiga full erfitt með milljónina sínar. Og mér er spurn á að reikna mér það til syndar milljónirnar sem mér voru í vöggu gefnar til viðhaldsgóðum vináttu og viðskiptasamböndum. Það eignast engin milljón með sjálfum sér. Heldur það sé að þjóna góðum málstað, Kristinn? Þér ferst sem afneitaður gjörðum þínum þerri svar. Á meðan Villi og Bjössi góluðu tefi svar. Miskunna honum, herra. Í nafni erlistans, hinnar heilugu þrenningar, loka ég hinnu gullna hlið. Hlutabréfa reikning og hús með sólum hér, ekki átti Skeljungur meira þér. Heyrðu,
Ég leit núna í vikunni til hans Meyvants Jónssonar, sauðfjárbónda og fallanda fæti í Eyðibyggð og Héraði. Nákvæmlega. Það var alveg rosalega skemmtilegt. Einmitt. Ef við ekki að kíkja og sjá hvernig það var. Hei, við kíkjum þangað. Sæll vertu Meyvant. Þetta alveg frábært. Og mikið þetta skemmtilegt veggfóður. Eitthvað svo lifandi. Já, þetta helvítið svo röri frá klósettinu. Hef ekki efni á að gera við það. Nei. Skemmtilegt. Heyrðu, ég sé að þú leyfir gluggunum alveg að njóta sín. Birtan bókstaflega flæðir hérna inn og töff að hafa ekki gardínur. Já, það nú langt sem ég tækti þær allar niður í snýtuklúta. Hafði ekki efni á að kaupa þá. Heyrðu, svo sé ég að þú hefur látið opna hérna á milli inn í eldhús. Já, það kom nú að sjálfum sér í Suðurlandsskjálftanum. Já, skemmtilegt. Heyrðu, og hér ertu með fljótandi stafaparkett. Já. Ansi, þetta smart skúlptúr? Þetta íslensk hönnun? Nei, þetta Hong Kong. Það gamla maður, kann að segja, þeir fyrir löngu síðan frá landssambandinu. Það nátti ekki nokkur vinnandi veg og fyrir okkur sauðfjárbændur að sjá fyrir alvöru konu og allt annað. Ég var engan pening til þess. Nei, sérstakt. Hún búin að stytta með stundirnar greið í gegnum árin. En hún óskup lasleg núna greið. Geti bestur hún væri komið með riðuveikina. Já, heyrðu, það ertu með ansi magnaða mynd. Þetta Kaldal? Já, nei, þetta hann Guðni okkar, blessaða kallinn minn maður, alltaf reyna að hjálpa til og svona, hann bregst aldrei. Heyrðu, eigum við þá ekki að kíkja á svefnherbergið? Gerum það. Mikið þetta skemmtilegt, eitthvað svo náttúrulegt, það eins og allt húsið sé lifandi. Lifandi? Maður veit nú ekki hvað lífi þegar maður í svo sauðfjárbúskap. Geta allt eins hugsað maður að vera dauður. Ég hef bara ekki efni á því. Góðan dag. Ég ætla að fá að skila þessu forsætisráðherefni. Hvað sérðu? Ég ætla að fá að skila þessu forsætisráðherefni. Nú, var þetta ekki nógu vandað? Jú. Þótt kannski ekki nógu spennandi. Ha? Þetta nögulega hálfgett svona gerfi forsætisráðherefni. Nú? Já, ég má segja mitt álit, bara lélegt forsætisráðherefni. Búið til í Borgarnesi. Viltu fá innleiksnótu eða? Já, nei, mér dætti í hvort þú ætti kannski formannsefni í staðinn. Nei, því miður. Það kom hérna skeggjaður maður hérna áðan og hann bara kláraði það sem átti til að formannsefni. Þar fór ég berra. Það hávetur og ægilega kalt úti. Heyrðu, en þú átt þá líklega til einhvern varaformannsefni, það ekki? Nei, því miður. Það allt saman búið. Það óbóðslega eftirspurn núna. Ég þarf ekki mikið að því sjálf til að það bara dögi svona 1,5 til 2 ár. En ég þarf að biðja með lána með fyrir því fram á næsta vor. Nei, það kemur ekki til greina. Ef þú getur ekki skrapað saman núna fyrir varaformannsefni, þá verður bara að biðja Guð að hjálpa þér. Guð hefur oft hlaupið í skarið fyrir mig og ég hef oft hlaupið í skarið fyrir Guð ef ég fannst hann ekki nógu harður. Ég átta mig alls ekkert á því hvað hann var aðeins. Nú, það er þetta. Þetta hvað? Nú, brosið. Það vill ekki fara. Nú, hvað það sætti? Hvenær varstu fyrst varðu þetta bros? Ég fara strax mánaðamótin febrúar mars. Já, það getur nú komið fyrir bestu stjórnmálamenn að þeir fá svona bros rétt fyrir kosningar. Já, það. Meira segja mjög alvarleg og útbreitt bros. Já, þetta fór hríðversnandi þegar ég fór að leika í auglýsingu fyrir sjónvarpið. Jáhá. Þetta var óþolandi alveg. Ég brosi með þessi í svefni. Já, það getur nú stafað að því að þú fær bráðum að vera forsætisráðherra. Nei, það er ekki það. Nei, Nú? Það er ekki það. Mér var að verka í kinnarnar. Átti ekki eitthvað við þessu, pillur eða eitthvað? Nei, ég er með eitt þetta alveg pottjætt. Nú? Lestu þetta? Lofaði ég þessu? Já. Og þessu? Já. Og þessu? Nei, ekki þessu. Það gerði Árni. Jæja, er brosið ekki farið? Jú. Já. Jú, ég held að segja mig þá. Skulum ganga úr skuggun það. Jú. Tada! Og hvað? Þér er batnað. Já. Nei, þetta er ekki jólasveinn, þetta er bara Ásta Magnússon.
Ágæða gestir, það voru ekki örlögin sem gerðu Róbert Marshall að brekkusöngvara. Það voru hegningarlögin. Ég á farmakó, ég á skip á sjó, ég á mús og mann, ég á Landsbankann, ég á ett og allt, meir en milljónfalt, ég á burðarás, ég á alveg klás, ég á hlut í þér, ég á huml og ger, ég á Harald Böð, ég á ykkur tvö, ég á meir en þeir, ég á gull og leir, ég fæ aldrei þó alveg nóg. We in Iceland have sex more often than any other nation in the world per capita annually. Annually? Yes, that too. We do it all the time. Yes, we are sex machines. Ég allavega. Ísland, best í heimi! Hvert er þú komin? Þetta var númer 83. Það gengur ekki. Þú verður að standa þig betur. Ég á ekkert eftir. Það kom í gamlástagur á vegum 54 skipti eftir. Ég get ekki verið þekkt fyrir að vera undir meðaltali. Ég á allt mitt undir þér. Mér sé að parið á efri hæðinni náði meðaltalinu á annan í jólum. Parið uppi? Já. Ertu að meina Hallstein og Skarphéðin? Já. Komið þið sæl. Íslensk fangelsisyfirvöld hafa lagt metnað sinn í að laga fangelsi að breyttum þjóðfélagsaðstæðum. Í þessum þætti fáum við að kynnast þingmannaklefanum sem er löngu tímabær viðbót við þá þjónustu sem veitt er í íslenskum fangelsum. Við hönnun klefans var lögð áhersla á að afplánuna þingmaður gæti haldið áfram að gegna störfum í umboði þeirra sem kusu hann á Alþingi. Í klefanum er til dæmis fullkomin tölva og á þessum skjá hérna getur afplánuna þingmaður fylgst með þingfundum. Hann getur líka tekið þátt í umræðu með því að nota þessa myndavél sem er tengd við þingsal Alþingis svo að þingmenn geti séð mynd af afplánuna þingmanni á skjá í þingsalnum leið og hann flytur mál sitt í klefanum. Hér eru svo hnappar tengdir við Alþingi sem afplánuna þingmaður notar þegar hann tekur þátt í atkvæðagreiðslu. Tekið var næmt tillit til þarfa afplánuna þingmanna. Þessar sérhönnuðu dýnur taka afar mjúklega á þingmanninum og eru með fullkomnu gormakerfi sem dregur úr hættu á að afplánuna þingmaður festist í sama farinu, verði hörundsár eða fái bakþanga. Í tengslum við þingmannaklefan hafa fangelsisyfirvöld svo látið smíða sérstakan þyrlupall við fangelsið til afnota fyrir afplánuna þingmenn. Með þessum hætti hafa íslensk fangelsisyfirvöld brugðist við nýjum aðstæðum á Alþingi nú í upphafi 21. aldar. Þá er ekki fleiri þættinum að þessu sinni, veriði sæl. Sjáðu verðið á þessu. Það er ekki að spyrja að því. Algjört rip-off. Algjört. Sjáðu, 870 kall fyrir þetta sem ekkert er. Fólk á ekki að kaupa þetta. Nei, fólk á að mótmæla þessu. Já, það á bara að gera það. En þú veist það, Íslendingar láta alltaf bjóða sér allt, heyrðu. 1050 kall fyrir svona tilbúið drast. Alveg ótrúlegt. Algjörlega ótrúlegt. Taktu þarna tvo fyrir mig. Finnst þetta ekki gott? Jú. Allir alveg vittlausir í þetta heim. Nei, maður þannig svo sem ekki að vera neitt tölvuheili til að átta sig á því hvernig þessi kallar sem eiga þessar búðir geta bara verið allt árið að grilla á sér gulltippið einhvers þar á einhverju sólarströnd. Segðu, heyrðu, nú er ekkert svo mikið verð á þessu hérna. Nei, þetta er nú bara ekkert svo, þetta er alveg ágætisverð. Já. Nei, þetta er örugglega eitthvað algjört drasl, við tökum eitthvað sem er aðeins dýrara. Já, borga sig kannski. En veistu það, Sigurður, ég væri svo til í að fara að mótmæla öllum þessum ógeðslega háu prísum sem eru hérna á okkur. Já, við eigum ekki að láta bjóða okkur. Nei, við eigum bara ekki að láta traðka svona á okkur, við eigum bara að hætta að kaupa. Hætta að kaupa? Það er ein leiðin,
Við höfum náttúrulega svo margt. Þetta bara eins og hann Guðni segir. Ó, svo yndislegur. Svo indæll hann Guðni. Ég meina, við höfum náttúrulega hreina loftið, hreina vatnið og þessi margt og landsbakketti og edduna. Jæja, hreinn minn. Þá komið á ógeðstryknum og þú ert náttúrulega tilbúinn. Já, ég hef gegnt fjöldamörgum trúnaðarstörfum fyrir flokkin. Ógeðstrykkurinn er alveg óboðslega ógeðslegur að þessu sinni. Heldur þú getur komin á niður? Ég ber fyllsta trausti þín sem stjórnanda þáttarins. Þú ert alveg ógeðslega góður vinur minn, Hreinn. Alveg ótrúlegt hvað hægt er að bjóða þér. Jæja, þá er að blanda. Fyrst, skilningur minn á því sem að ég sagði á fundinum í London. Og næst, skilningur þinn á því sem að þú sagðir á fundinum í London. Og hérna það sem ég upplifði að þú hefðir sagt á fundinum í London. Og svo hérna það sem að þú sagðir að ég hefði sagt en ég sagði aldrei. Á fundinum í London. Einmitt. Og þá er að blanda. Ég veist hún getur aldrei komið þessu niður. Ég hef fulla trú á sjálfstæðisflokknum og frelsi einstaklingsins. Bara... Gjörðu svo vel, hreinn minn, ógeðstrykkur ársins. Það gæti verið eitthvað í þessu sem að Jón Ásgeir sagði. Hreinn, gjörðu svo vel. Verði þér á góðu. Ég trúi þessu ekki. Ég trúi þessu ekki. Hann er búinn með hann. Þetta er ótrúlegt. Hann er búinn með ógeðstrykkin. Til hamingju, Hreinn. Til hamingju, honum tókst það. Hreinn. Og hann segir ekkert meir. Ég finn það á mér. Sif er að gefa sig. Það korrar í henni. Já, hún er búin að vera sér á þeirra bara. Hún er bara fít og... Fóringi, hún Gunna hana í Rimakverfinu var að kvart undan því að rjúpan sem hún fekk hjá okkur væri ekki nógu hangin. Ekki nógu hangin? Já, sko, löggan var alltaf að snöra í kringu svalna hjá hún Bjögga, sko, þannig að það var ekki nokkur leið fyrir að láta hana hanga nógu lengi, sko. Þól ekki svona nöldur. Menn bara éta þær rjúpur sem við sköffum. Annars fá þeir að hanga, ævi langt. Ég meina, við erum með vikingasveitina á okkur, sérsveitina dag og nótt og svo getum við að nöldra á kvartum þó að ein og anskotans rjúpa sig ekki að hangin. Menn eiga bara að setja út á meiri sósu. Nákvæmlega. Ái, helviði strákar, þið vitið, getum ekki farið að díla með eitthvað annað en rjúpur, maður, ha? Ég meina, þú veist, það er svo margt til, þú veist, heroín, LSD, engadans, þú veist, það er... Ég vissi það. Hvað? Þú ert svikari. Þú ert ekki skotið í félaginu. Þú ert í fuglafríðunarfélaginu. Það eru komnar? Þessi sem pantaðir? Já. Ok. Hello, baby. Sændar maður. Engin ástæð til að vera að láta hann hanga eins lengi á rjúpurnar. Hvað tekur þú fyrir, fröken? Við hjá flugleiðum bjóðum upp á fulla þjónustu. En þú verður að vera aðfaranótt sunnudags. Bara heila nótt, maður. Nei, maður, þegar ég panta á netinu þá lofuðu þið 3 nátta uppáferð með flugvallasköttum. Nei, ég vil það express, ekkert gauf, honni, bara non-stop. En ég get bara boðið upp á 2 áfangastæði. 2 áfangastæðir er meiri nóg fyrir mig, baby. Heyrðu, nei, sko, ég tek ekki mál að vera settur á biðlista, sko. Já, það er að vera uppgefin á því að vera alltaf í skotaði balli, maður. Mér frúin borðum saman brauðsnúð og flögur, bakkels og makkarónum mjólk og þykjum vera dæmalust alþýðleg. Vér ökum limmúsín land
landshorn á milli og látum sér bæði séum fólk. Þótt fari ekki lengt að mér ég. Mér hittum krakka, frúr og kalla og allslags pakk út landsins krummaskuð og flestir þrá að gefa mér fingurkorn og sérhvert yður herra sælir og takk sagt eins og ég sé næstum Guð. Enda elskar þjóðin hann og Vér orðin giftur Dori, 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 diddle, dori, dori, diddle, dæ Nú í nótt vér bitti, bitti, bæ Því að loks vér giftur Jæja, Bittaskrudda, þá komin að þriðju og síðustu bókinni. Já, það Ævisaga Guðfinnur Sveins eins og gengur og gerist. Já, virkar ekki mjög spennandi. Nei, og satt að segja þá, eiginlega skil ég ekkert í henni Guðfinnu að vera að skrifa þessa bók. Nei, sem segir að hún sé ekki neitt á við hinnar ævisögunar sem konur að gefa út núna fyrir jólin. Nei, byttu fyrir, nei, Guðfinna á til dæmis mjög hamingjuríka æsku. Þú segir ekki? Jú, mjög góða foreldra. Prófar aldrei vímuefni. Virðist alveg komast klakklaust í gegnum unglingsárin. Hver nennir að lesa svona laga? Ég veit það ekki. Guðfinna virðist til dæmis ekki hafa átt í neinu vandræði með áfengi. Hvílíkur bömmur! Nei, það kemur minnst að kosti hvergi fram, hún hafi verið þurrkuð upp. Veistu að ég að sofna yfir þessu, ég get ekki svarað. Svo giftist hún bara hérna alveg þessum prýðilega manni. Ég get ekki heilt meira. Virðist aldrei hafa verið barinn. Aldrei verið barinn? Nei. Oh, God! Ég hefði satt að sé eins geta að skrifa þessa bók. Hefur þú aldrei verið barinn? Nei, ég hef aldrei verið barinn. Ég er bókmenntagagnrýnandi eins og þú veist þetta. Ég veit alveg hvað þú ert. Og ég er búin að fá nóg að þessu helvítis bókmenntaprumpi. Prumpi? Já, þetta algjört prump. Og ég ætla að gefa þér 8 stjörnur. Þá heldur við geti farið og skrifað ævisögu fyrir næstu jól. Haraldur Jónsson, stjórnarformaður og forstjóri, sem í dag var birt ákæra fyrir sem í dag tók á móti viðurkenningu samtakana Bætt mannlíf, mætti síðdegis til yfirheyrslu hjá mætti síðdegis á fjáröflunar samkomu til styrktar villuráfandi börnum og neitaði öllum ásökunum að hafa dregið sér 50 milljónir. Nei, fyrirgefið. Hann hvað það mikinn heiður að fá að gefa 50 milljónir til söfnunarinnar sem fréttastofan hefur áreiðanlegar heimildir fyrir að Haraldur hafi stungið undan með ólögmætum og siðlausum hætti leið og hann mútaði ráðherra. Já, og sem að þáði mútarnar! Náði hinn fréttamanna sem við höfum eftir. Þeir allir búnir. Þeir eru búnir? Já. Varum að gera eitthvað? Gerð þú eitthvað? Sýnum eitthvað. Sýnum vini. Næsta dagskrárþátturinn vinir. Sæll Björn minn. Blessaður. Ég í smá vandræði með mann sem ekki frendi minn. Fólkið hans sem ég þekki ekki neitt að spyrja hvort ég geti útvegað honum vinnu. Er hann með góða menntun? Hann með meiri menntun og reynslu en flestir aðrir sem ég þekki ekki neitt. Og hann í flokknum? Dettur þér í huga að forsætisráðherra landsins sé að snattast fyrir flokksmenn, já. Já, hann alveg örugglega ekki frændið þinn. Ná. Já, þá ætti að vera vandalaust að taka rökstudda og málefnalega afstöðu málunum. Já, mér dettur í huga að það mætti hugsanlega nota hann sem, hæstaréttardómara. Já, það mitt mjög gott að hafa einn dómari hæstarétti sem ég þekki ekki neitt. Ekki neitt. Heyrðu, þá dettur mér annað í hug. Sko, það maður sem ekki frændi minn. Já. Og ég þekki ekki neitt. Og ekki þú heldur. Nei. Blessaði Björn, segðu mér eitthvað frá þessum manni sem við báðir þekkjum ekki neitt.
Sælistrákar, ekki tilbúinir til að skreppa með mér í smá bíltúr hérna rétt út fyrir bæinn? Það svo mikill lúxus að geta skellt sér bara upp í bílinn og brunað út í sveit. Nei, takk. Ég búin að vera með þetta lag á heilanum síðan í vor. Ég kannast við bassalínuna. Heyrðu á hljómaganginn. Nó, þetta svæsi tilfelli. En nokkuð leið að losna við þetta. Já, maður ekki hálsnef og eyrnalæknir fyrir ekki neitt. Sko, þessar dægurflugur, þar vilja setjast á heilan og gera sér þar bú. Já. Einkum í kringum Eurovision. Já. Jæja. Á. Þú vilt kannski deyfingu? Nei, klára þetta bara. Jæja, þá held ég þetta sé bara komið. Hvernig líður? Frábærlega. Það var alveg að drepa mig. Svo mæli ég bara með kyrrð og ró næstu vikunar. Já. Nei! Í hugan kom upp spurningar. Þær sem þú ein fær svarað. Við lægja verðum öldurnar og hreinsa út hvað okkur fær nagað. Hlustað á mig, ég á mér bjartan draum. Ég vil sjá þig eins og þú ert, já hver ert þú í raun? Það hreint æði finnst mér, var að forma sætinu að ná. Það svo yndislegt að fá. Segðu mér það, sólrún hvort að ég ennþá formaður. Eða ekki neitt, bara það eitt sem aðeins þú vilt og leiðir. Segðu mér það, össur hvort að þú ennþá formaður. Eða ekki neitt, bara það eitt sem aðeins ég vil og þoli þér. Vil og þoli þér. Var þetta ekki bara gott hjá okkur? Jú, Við erum ekkert að æfa þetta aftur. Nei. Vá, Sædórsson minn. Ekki þingið að byrja? Heyrðu ætlar að vera með hann gítar? Nei. Láta hann frá þér. Siggi var úti með Hreiðar í haga. Hlutafé smalað í bankanum nóg. Keikur með gullið allt var hann að vaga. Vissi ekki að Dabba var og ó. Fói, segir Dabbi við Dóna. Fói, segir Dabbi við Dóna. Dýrlegar reiður, hann sýnir á sér klóna. Aumingja Siggi, hann eignast engan auður. Stefán! 4 skipti eftir. 4 skipti. Æ, krakkar, þið verðið að bíða aðeins. Mamma og pabbi þurfa að tala saman. In Iceland, there is less corruption than anywhere in the world. Yes, we are very clean. Yes. And our government has the highest transparency rate than anywhere in the world, almost. Oh, yes, you can see through everything we do. Hvað að gerast? And I'll be Prime Minister. Skål.
Þetta áramótaskaup augljóslega fréttatengt. Á því greinileg pólitísk slagsíða og því hef ég ákveðið að það verði ekki lengra. Verið þið sæl. Íslendingar ætli í stríð. Við erum að fara að geta fólk til að frelsa það. Jæja. Ég nóg. Ég vil gefa hann þér. Nei, gefa hann mér. Stopp! Á að gera mig náttúrulausan. Áttu alltaf þetta svar? Réttur settur í Reykjavík. Getur þið beðið eitt augnablik? Erum við ykkur samkjæftir? Yes, Kapitan Alfredo. Erik Póti, herge. Á ekki að kjósa mig. Heilsaði Bjarni og hló. Það það ákveðið. 1 milljarður í menningarhús. Ég hef aldrei mist á neinar 300 milljónum við nokkurn mann. Að sjá ekkert græða mál. Augalíi. Já. Heyrðu, Er stöð 2 að koma? inn í eldhús. Ef þú getur ekki skrapað saman núna fyrir varaformannsefling, þá erum við bara að bíða Guð að hjálpa þér. Þessi að verða ófann. Ásta Magnússon. We are among the steadfastest nations sem til. Já, allt mitt undir þér. Ég vissi það. Hvað? Þú ert svikari. Ég fann þér 8 stjörnur. Herra nú, mér orðin giftur. Nú gull og leið. Leið og hann bútaði í ráðherra. Og sem að ráði bútaði. Hætt að rembast barinn þín, þurfa fleira að komast á kamarinn. Skipti eftir. Segðu mér það, össur hvort að þú ennþá ert formaður. Það er góð að mótmæla þessu. Já, það var bara að gera það. Virkjun alla vill ég gefa til að villast ekki ofan í